Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér austur á Fljótsdalshérað. Jólaundirbúningur hjá héraðsmönnum getur ekki hafist fyrir búið að kveikja á jólatrénu sem hérna á athafnasvæði kaupfélags héraðsbúa, eða réttara sagt þar sem athafnasvæði kaupfélags héraðsbúa var. En þó að kaupfélagið hafi lagt sig sinn, þá kalla héraðsmenn tréð engu að síður kaupfélagstréð. Og nú á að fara að kveikja á trénu þannig að jólaundirbúningur geti hafist að fullum krafti. Og þá er bara að telja niður 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já! Já, ég hafði búið að kveikja á trénu, ég kalli þetta enn kaupfélagstréð. Ég geri það og ég hugsa að flestir íbúar hér sem hafa búið hér í einhvern tíma geri það alltaf. Þetta er og verður kaupfélagstréð og kaupfélagið er á sínum stað. Þó kaupfélagið sjálft sé farið. Já, þó að kaupfélagið sjálft sé lagst í dvala í bili og vonandi kemur það einhvern tíðan aftur en versluninni hér og í daglegu tali þá er þetta alltaf kaupfélagið og menn fara ennþá þangað bæði til þess að versla og eins til þess að hitta mann og annan. Og þegar búið að kveikja á kaupfélags jólatrénu, þá er jólaundirbúningur hafinn á héraði. Já, þetta er svona eins og fyrir marga að kveikja á fyrsta kertinu á aðventukrásinu. Þá er að kveikja á ljósunum á trénu hér. Þetta markar alltaf upphafið að þessum mjög skemmtilega tíma þegar við bíðum eftir jólunum. Hvað er þetta hátt tré? Þetta eru 15 metrar skilst mér og ég held að það sé það hæsta sem að hér hefur verið og við skulum bara halda því fram líka að það sé hæsta tré á landinu þangað til einhver kemur og mælir og afsannar það fyrir okkur. En það er ágætt að segja það bara og vera ánægð með sitt. Og þó að Egilsstaða Kauptún sé nú ekki gamalt þéttbýli, þá er þetta samt hér bara úr garði eins íbúanna. Já, þetta kemur frá honum Kristni Kristmundssyni sem kendur við vídeófluguna. Þetta kemur úr húsagarði, þetta er 47 ára gamalt. Það hefur löngu loðið við að trén vaksa mjög vel hér og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að jólatréð kemur úr garði hérna heima. Þau fara að taka mikið pláss og skikja á og þá er ágætt að þau endi ævina í þessum göfuga tilgangi að skríða bæinn fyrir jólin. Þetta er dæmi gróandan á héraði? Þetta er dæmi gróandan á héraði og raunar náttúrulega miklu víðar. Héraðsmenn voru kannski bara fljótar að uppgötva það að það er vel hægt að rækta falleg og há tré á Íslandi. Við sjáum dæmi það allt land í dag en við kannski vorum hér aðeins á undan öðrum. Þegar nú ert þú í sveitarstjórn og sittur þar fyrir Framsóknarflokkinn, sá maður hérna mörg barnsandlit í dag. Formaðurinn ykkar var að boða það að Austfirðingar þyrftu að taka sér til og fjölga börnum, ætlið að gegna formanum. Já, ég var nú eignast barn fyrir innan við mánuði síðan þannig að þið sjáu það að hér eru Framsóknarmenn hlýðnir og gera það sem að þeim er sagt og ég held að það sé alveg rétt. Við þurfum að fjölga hér á svæðinu, það er allar forsendur til þess, hér er gott að búa, mikið tækifæri og hér getur öllu liðið vel og með sín börn og hér geta vaxið upp mjög blómlegar fjölskyldur. Þannig að það er gróandi í mannlífinu líka? Það er líka gróandi í mannlífinu og verður það vonandi áfram, ég er alveg viss um það. Hvernig er eiga heima á Egilsstöðum? Það er gaman. Hvað er svona skemmtilegt við það? Það er svo lítið af fólki eins og í Reykjavík, það er svo mikið, þá getur maður lent í slysi. Eitt kvöldið það kviknaði í húsinu var og brunarins bíllinn kom ærandi að. Það eldurinn rofaði glugga og göng, það hann upp á þakið og spilaði á söng. Já, loksins virðist gamall draumur fjarðamanna vera að rætast. Það byrjaði að bora jarðgöng á milli Eskifjarðar og Norðfjarðar. Það byrjaði að bora og sprengja hérna Eskifjarðarmegin og Norðfjarðarmegin er verið að hreinsa frá berginu og innan skams hefjast boranir og sprengingar þar líka. Grótið sem að fjallur til hérna Eskifjarðarmegin, það er bæði notað í undirbyggingu undir veg og eins í hafnargerð í Eskifirði. Hérna koma til með að starfa það bil 60 til 70 manns beggja vegna við þegar framkvæmdir verða komnar á fullt. Þar af það bil helmingurinn Tékkar sem eru sérfræðingar í að bora og sprengja. Þetta er stóri borinn sem stendur hérna fyrir aftan mig til að verða að styrkja bergið hérna við gangnamunnan
og bora djúpar holur sem tíða blauta steypu og síðan stáltein. Nú, en hvernig hefur verkið sóst það sem af er? Við erum konur einhverja 100 metrar inn núna, rétt rúmlega 100 metrar. Búnir rúmlega 100 metrar af 7500, cirka bát. Nú ef allt gengur eftir áætlun, hvenær verður hægt að aka hér í gegn? Ég er 2017, það er verktími sem við höfum. Og verður byrjað hinum megin líka? Já, við byrjum hinum megin svona í loki janúar, byrjum febrúar, sprengingurinn. Við erum byrjaðir að moka frá berginu og undirbúa. Byrjuð þar einhvern veginn eftir áramót, sprengja. Og hefur þetta gengið þokkalega fram að þessu? Já, þetta gengið ágætlega. Svona með að við erum að bara komast að staða í berginu og þá er þetta allt í lagi. Og þokkalegt berg? Svona eins og íslensk berg er allavega lögið í. Og helst hefur það verið vatni sem hefur oft verið að plaga, eitthvað slíkt að plaga ykkur? Ekki en þá, þetta hefur sloppið hingað til sko. Það er nú stóra jólagjöfun okkar í ár og næstu ár verð ég nú bara að segja. Það er mikið fagnaðarefni að við gátum loksins byrjað á göngunum og hafist handa og var mikil gleði þegar að Hanna Birna Kristjánsdóttir kom hér daginn og sprengdi fyrstu sprengjuna. Það var mikil gleði. Það sem sagt ekki að reikna með því að þið ætlið að reyna að stöðva þessar framkvæmdir. Nei, ég ger nú ekki ráð fyrir því. Það er ekki fallið til vinsælda að reyna að stöðva þessar framkvæmdir. Ég get alveg sagt það. Búið að bíða lengi eftir þessum göngum? Já, það er búið að bíða mjög lengi eftir göngunum. Þetta var eitthvað sem átti að byrja 2005-06 upphaflega, þannig að við erum búin að vera að svona, já, bíða eftir þessu í 6-8 ár, rauninni frá því átti að hefjast handa, þannig að þetta var kærkomið, þetta var virkilega kærkomið. Hvað bætast margir metrar við á sólarhring þegar allt verður komið á fullt? Það er stefnt að fara 2,5 færslu, sinnum 5 metrar, 15 metrar á dag væri gott sko. 10-15 metrar á dag. Og þá stenst þetta áætlun ef það gengur eftir? Já, þá var þetta hafast. Slúan á það. Finnið ekki fyrir talsverðri eftirvæntingu hjá heimamönnum að loksins er farið að gera göngi sem eru búin að vera þrýst á að fá ár og áratugi? Jú, allir mjög hjálpsamir hérna og vilja allt fyrir okkur gera. Það er fínt sko, það er ekkert staðið á því. Og ef við sjáum það náttúrulega núna þegar við erum að reyna að koma okkur fyrir hinum megin, að við komumst ekki með tækin yfir nema opna yfir Oddsskarðið og aðstæðan náttúrulega eins og hún er núna í gegnum þessi göng sko. Þau voru náttúrulega fáránlega lítil sko, náttúrulega bara síns tíma. Þannig að þið skiljið heimamenn kannski betur eftir að vera búin að reyna það að koma tækjónum yfir? Já, þetta er óviðunandi ástand þannig lagað séð sko. Þeir sem vinna við þetta, þetta bæði Íslendingar og erlendir sérfræðingar? Já. Þetta teknist metrastaf sér að sprengja sig í gegn hérna og þeir eru tékkar. Við sjáum að mamma út og svona almenna vinnu fyrir utan göngin. Og samstarfið gengur vel? En þá, bara fínt. Já, það gengur fínt. Lítur bara vel út. Þetta er svona svolítið, kannski verbúða líf. Þið búið hérna í vinnubúðum og það verður unnið í alla sólarhringin, er það ekki? Það er unnið alla sólarhringin og verður. Já, þetta er bara hefðbundið. Ég segi bara gangi ykkur vel í gegnum fjallið. Já, þakka þér. Nú að sjálfsögðu vilja fjarðamenn ekki vera minni menn heldur en héraðsmenn. Þeir eru búin að setja upp jólatré á Norðfirði, Mjóafirði, hérna á Eskifirði, Reyðarfirði, Stöðvarfirði og Fáskrúðsfirði og það verður kveikt á öllum trjánum núna á slaginu klukkan 4, 1. desember. Nú það er bara, hreinlega byrjað að telja niður held ég, en við sjáum hérna í garðinum á Sjáarbakka, það er búið að kveikja hér á ótal jólasveinum. Þeir eru nú reyndar flestir heldur þeigjandalegir. Það er annað með alvöru jólasveinana hérna á Eskifirði. Þeir fara ekki þeigjandalega bæinn, koma á brunabíl og það eru sírenur í gangi.
gengur mikið á. Það fer ekkert á milli mála að jólasveinarnir eru að koma. En nú er byrjað að telja niður við tréð 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Við hér í Fjarðabyggð, við byrjum jólin á því að hérna kveikja á jólatrjánum í öllum byggðakjörnum sveitafélagsins og hérna við mikla hátíðarstund og þetta er bara virkilega gaman og gott upp á aðvendunni. Er komin jólahugur í mannskapinu? Já, ég held að sé svona kannski meira í yngri mannskapin svona núna, það er mikil tillökkun en ég held að sé svona alltaf að færast meira og meira yfir, maður sér að hús er að verða full skreytt og svona, ég held að þetta sé alltaf að færast yfir. En svona mannlífið almennt, er ekki gróska í mannlífinu? Jú, það er mikil gróska í mannlífinu hér í Fjarðabyggð. Það er menningarlífið blómstrar hérna og ég held að þetta haldist allt í hendur, að fjölbreytt og gott atvinnulíf, sterkt atvinnulíf, þá vex undir það menning og listir og við erum hér með tónlistarmiðstöðuna hérna okkar, tónlistarmiðstöð Austurlands, hún er hér á Eskifirði. Þannig að Fjarðabyggð hýsir hana, svo er Skaftfell á Seyðisfirði og sviðslistirnar í Sláturhúsinu á Egilsstöðum, þannig að ég held bara heilt yfir fjórðungnum þá blómstra menning og listir og ekki síst hér í Fjarðabyggð. Vantar kannski frekar fólk til starfa heldur en hitt? Það vantar vissulega fólk til starfa hér á mörgum sviðum og við höfum, það hefur verið mikið reyndar en að fá fólk hérna austur og það eru endalaust tækifæri að skapast. Það er mikill gangur í atvinnulífinu hérna, það eru mörg tækifæri sem við sjáum á sjóndeildarhringnum í atvinnulífinu, þannig að það verður virkilega þörf fyrir fólk í nútíð og framtíð hér í Fjarðabyggð, fullvissaði það. Þannig að þú getur sagt þá sem hugsanlega er að hugsa sér eitthvað til hreyfings einhvers staðar á landinu, Fjarðabyggð, hér eru við velkomin. Já, vissulega. Það er bara þetta er góður staður að búa og hér eru tækifæri, alveg vissulega. Ég heiti Giljakur. Það er bara Gilli af Gauður sjálfur. Giljakur sjálfur. Það er bara svoleiðis. Og hvaðan kemur þú? Ég kem hérna úr fjallinu. Býð hérna upp í Öskibotnum. Þú ert náttúrulega léttur á þér, farið létt með að hlaupa bæði upp á niður fjallið. Eins og sér þá er ég mjög léttur á mér. Var ekki vandræð með það. Og þið sveinar náðu ykkur í bara sjálfan slökkvibílinn til að koma á staðinn? Já, við gátum ekki koma á einhver hvaða bíl sem er sko. Þetta var eiginlega elsti bílinn sem við fundum. Hann er eiginlega bara jafngamall mér eiginlega sko. Það er kannski aðeins yngri. Það er nú svolítið gaman er það ekki að standa á slökkvibíl og hafa sýnindi með? Já, það sem við vorum beðnir að koma að kveika í jólatrénu. Það var ekkert betur en að vera með slökkvibíl klára sko. Það var ekki annars kveikja í trénu, kveikja á því, já. Við misskildum með þetta, en allir er varinn góður. Má verið með smá glaðnin, handa börnunum núna. Við gerum það nú yfirleitt þegar við komum með svona skemmtanir. Og svo kemur eitthvað í skóna ef þau verða þæg og góð? Já, það er númer 1, 2 og 3, það er náttúrulega að hlýða og vera stillt og bursta tennur, fara snemma að sofa og minnka svona tölvu. Leiki. Heitir það ekki eitthvað svoleiðis? Það er mjög svona, þá ertu búinn að græja skóinn ef þú fer eftir þessu reglum. Hreindýrin eru einstaklega falleg og tíguleg en á undanförnum árum og áratugum hafa þau nær eingöngu haldið sig á Austurlandi. Þau eru því orðin að eins konar tákni fyrir þennan landsfjórðung. Hreindýrin eru ekki auðvelt viðureignar fyrir myndatökumenn eða veiðimenn. Þau eru einstaklega þefnæm og einnig vör sig alltaf á varðbergi.
Það eru því ekki margir sem lagt hafa í að gera kvikmyndir líf hreindýranna á Íslandi. Eðvarð Sigurgeirsson ljósmyndari á Akureyri varð fyrstur til. Hann gerði myndina á hreindýraslóðum árið 1939. Það hefur verið erfitt verk eins og aðstæður voru þá til að komast inn á hálendið og kvikmyndabúnaður þungur og fyrirferðar mikill. En Eðvarð lét það ekki aftra sér og útkoman var einstaklega falleg og ljúf mynd. Nú hefur Ásgeir Hvítaskáld, kvikmyndaleikstjóri á Egilsstöðum, gert aðra hreindýramynd en framkvæmdastjóri myndarinnar er Sólveig Heiðrún Stefánsdóttir. Þau frumsýna myndina í kvöld í Sláturhúsinu á Egilsstöðum, en hvað er gerð myndarinnar búin að taka langan tíma? Hún er búin að taka 3 ár allavega sko. Fyrir 3 árum síðan þá byrjuðum við erum eiginlega 2 sem hefur verið að skellast í þessu og elta hreindýrin upp á fjöllum og læra inn á þau og finna þau og þetta er alveg hrikaleg vinna, bara bera þessa vél upp á fjöll og fara inn í einhver dal og pissa í dalnum þannig að dýrin myndi ekki fara þá leiðina og fara svo hinum megin og fela sig í holu og smala þeim á mig og alls konar. Læðast að þeim á bak við steina og þannig að vinnan fólst í því að ná myndum af þessum dýrum. Þú stundir aðeins við þegar þetta búið að vera svolítið erfitt. Já, ég andvarpa svolítið, já. En alveg hrikalega gaman og ég þekkti náttúrulega dýrin ekkert þegar ég var að byrja á þessu. Ég bara var heillaður að þeim og falleg og ég tók eftir því að dýrin þau skiptum þau skiptum lit eftir árstíðunum því að á sumrin þá verður náttúrulega heitt og þá eru þau grönn í andlitinu og vorin eru þau með brúna bauga kringum augun og svo að veturna þá verður þau svona loðin í framan og vulduleit. Og hornin líka loðin? Já, ég tala nú ekki hornin sem að náttúrulega allir tarfarnir missa hornin og þau vaksa aftur og aftur hverju ári. Það eru alveg margir sem átta sig ekki á því að þau skipti raun og veru bæði ham og horn einu sinni ári. Já, það er stór punktur í myndinni að útskýra þetta með hornin því að þau eru, ég ætla ekki að fara út í það svo sem, en hornin eru svolítið sérstök, hvernig þau vaksa og það kemur svona teppi utan á hornunum sem færir hornunum blóð og það sem vaksa þau eins og tré og svo detta þau á haustinn og hverfa og svo koma þau aftur. Sumir halda að það sé hægt að aldursgreina hreindýrin út frá hornunum að vaxi 1 grein á ári en það er nú ekki svo og það er erfitt að sjá aldur út frá hornum kúnna. Eftir þennan eldingaleik, eru hreindýrin skynsöm dýr? Það sem við tókum eftir kom fram að þetta eru yndisleg dýr. Þau halda hópinn, félagslynd og núna má ekki skjóta kálfinn ef maður skýtur beljuna þá lætur maður kálfinn lifa. Þá eru margir munalausir kálfar sem eru að þvælast og þá kemur í ljós að mæðurnar þær leyfa kannski að 2-3 kálfar að sjúga sömu mömmuna. Það leyfa þetta einfaldlega bara því að það er mikið samheldni. Og eitt af fyrsta sem við gerðum var það að telja dýrin á fengitíma, sem í september-október, því að það er eini tími ársins þar sem allir aldurs- og kynjahópar eru blandaðir saman. Og við gerum það og út frá því miðum við kvótann þannig að við leiðréttum þetta skekkta kynjahlutfall. Þannig að það er ennþá eitt af okkar hlutverkum að fljúga á fengitíma og taka myndir á hópan og sjá hvert er hlutfall tarfa svo við getum ákveðið eða lagt til skynsamlegt hlutfall í veininni. Það var náttúrulega mörg kerfi búin að vera í gangi í þessu og ég held að svona í stórum dráttum eru menn sáttir við þetta kerfi í dag og ég held að það hafi valdið því að það er svona betri umgengni stofninn og minna veiði þjófnað heldur en var og það þótti sjálfsagt á náttúrulega á einhverjum tíma menn næði sér í hreindýr í matinn. Þegar eitt dýr er skotið þá taka dýrin eitt svona hring utan þetta dýr sem er dáið og svo hverfa og kveðja það áður en fara. Nú tekur maður eftir í til dæmis, ef ég teki eftir á ferðum mínum að vetrinum að maður sér þau vera nánast að berja klakan finnst manni, maður skilur varla hvað þau eru að éta, eru það ekki nánast kraftaverk að þau skuli geta lifað af veturinn? Já, það er málið. Þau geta, það sem kemur fram þessi fræðingar segja, er það að þau geta lifað
hér á Austurlandi út af því að það verður aldrei alveg klaka brynja. Og þau eru með sérstakar klær til þess að geta krafsa snjóin ofan af og þau eru með þykka varið, þannig verður ekkert kalt þó að það sé að nart í snjóin. Fyrir sunnan þá frýs allt til og þau hafa enga fæðu. Og það er talað um að Kringilsárraninn í skjóli Vatnajökuls, þar sé svona meginlandsloftslag sem gerir það verkum að dýrin lifa veturinn af. Þeir eru hérna í þessari skál, grasskál, það er allt morandi hérna í hreindýrasporum hérna. Sum virðast vera ný og önnur virðast vera gömul og þau fara fram og tilbaka út allt og þau eru búin að liggja hérna í grasinu. Sjáu til dæmis hérna, hérna er hreindýrlegi, hérna er hreindýraskítur og þetta gæti verið í morgun eða eitthvað, þannig að það eru hreindýr hérna. En þetta er algjört hreindýraland, það er ekki spurning, það er bara að finna hreindýrin. Hvað var það sem að kveikti áhugaðinn fyrst? Hvernig datt þér í huga að leggjast í þessa þolröðin að fara að hlaupa á eftir hreindýrum í 3 ár? Þetta er bara, ég var að byrja að gera heimildamynd grágæsina og svo bara sá ég hreindýr og var bara ástfanginn að þeim eins og maður verður ástfanginn af fallegri konu. Og fór að eltast við þessi dýr og því meira sem ég fór að taka myndir, því meira ástfanginn var ég. Hvernig er þá að skilja við þetta dýr sem þú ert orðinn svona ástfanginn af? Já, ég er á Austurlandi og dýrin er hérna í kringum okkur í náttúrunni og ég get farið hvenær sem ég vil og fundið þau. Ég veit hvernig þau hegða sér, ég er búinn að læra inn á staðina þar sem þau eru að fela sig, þannig að ég er ekkert búinn að skilja við þau. Svo bara sleppum við þessu fyrst og komum til burtu svo að kýrin geti náð honum. Á fyrstu tímunum þarf móðir og kálfur að læra að þekkja hvort annað því fljótlega heldur móðirinn áfram til að fylgja hjörðinni. Veikburða kálfurinn gæti auðveldlega orðið eftir því hann er mjög óstyrkur á fótunum fyrstu tímana. En þegar sólarhringur er liðinn er hann kominn á ról og þá á fullvaxinn maður erfitt með að hlaupa hann uppi. Ef maður ber saman klaufir á nautgripi og hreindýri, þá eru klaufarnar eiginlega sporöskjulaga á hreindýrinu en mjórri á nautgripunum. Og það er annað sem er líka og það eru svo kallaðar lagklaufir. Það eru sem sagt litlu klaufirnar hérna á bakvið sem eru áberandi stórar á hreindýrunum, eins og skófla til þess að krafsa á vetrum í gegnum snjó eftir fæðu. Og líka þegar þau eru að synda, að spinna sér áfram, en líka þegar þau ganga á snjó og ganga í votlendi, að þá spennast klaufarnar út og lagklaufarnar spennast á móti, þannig að það er ekki bara flöturinn sem að klaufarnar stóru mynda heldur líka lagklaufarnar. Þannig að þetta er mjög miklu stærri flötur heldur menn ímyndast hér. Þú frumsýnir myndina hérna í gamla sláturhúsinu. Hvernig geta menn sem ekki búa hér og komast ekki í sláturhúsið, hvernig geta þeir fengið að njóta? Já, við gefum myndina út á DFD-disk, að sjálfsögðu líka og það er þegar byrja að streyma inn pantanir. Fólk vil gjarnan fræðast þessi dýr, skiljum við, því að fólk, almenningur eins og fólk í Reykjavík og ég sjálfur, ég vissi ekkert þessi dýr í raun og veru. Maður bara hafði svona einhverja litla myndir af þessu en í þessari mynd þá kemur allir þessu fróðleikur fram og þetta er mjög fræðandi mynd og heimildarmynd líf og dauða hreindýrsins, myndi ég segja, því að það er veiðisaga í þessu líka. Ég fór niður á klettinn þar sem ég sá dýrin í gær, fann sporin, svo síðan er ég búinn að rekja sporin hérna alla leiðina hingað og hérna er til dæmis svona kúkur og hann er kaldur en hann er alveg nýr, sprungunýr. Og þau stefna bara beint þarna inn í Slennudalinn, Gilsárdalinn. Og þannig er náttúrulega líka fallegar náttúrulífsmyndir í plús við söguna. Já, og það eru alveg ótrúlegar.
Því að hérna, við vorum að þvælast í Mjóafirði og að saumalagi og ég hef eiginlega aldrei að öðru séð eins fallegt landslag eins og lengst upp á fjöllum þessum, og þessi hreindýr, þau náttúrulega lifa á fallegasta stað á jörðinni. Smekkdýr. Já, þau eru bara æðisleg.